Sælir áhorfendur góðir og verið velkomnir í frétt og umræðu þáttinn 21 á miðvikudagskvöldi. Já, við ætlum að fara í hugleiðslu í sýndarveruleika. Þetta eitt af þeim verkefnum sem fekk stærstu verðlaunin í gullegginum, nýsköpunarverðlaun. Nú síðan kemur Ásmundur Einar Daðason, félagsmála- og húsnæðismálaráðherra og barnamálaráðherra til Þórðar Snæs Júlíussonar og þeir ræða til dæmis vandann í húsnæðismálum og sitthvað fleira. Og bótakerfið. Og bótakerfið, já. Það er búið að naga úr því mikið. Já, þannig þeir verða hér á eftir og svo koma tveir góðir þingmenn til mín og það svona aðalega ákallið að bjarga Vogi og þessir biðlistar sem eru svo langir til að ræða þetta og til dæmis spurningin, þetta hluti heilbrigðisþjónustunnar, þar að segja fíkniefna og meðferð, ætti hún bara að vera inni hjá ríkinu eins og önnur heilbrigðisþjónusta, svona flest, þannig að það eru margar spurningar. Og svo sko þungunarrofið, það hefur verið að færa það fram til 22. viku og þetta mjög umdeilt. Já, og það sem að líka stóra breytingin að konur þurfi ekki leyfi eins til þess að rjúfa þungun. Ráða sig sjálfur. Og svo það þessar vikur að það kannski hefur verið einblínt á vikufjöldan, kannski ekki festast þar. Ræðum þetta eins og eftir, það athyglisverð grein frá henni Guðrúnu Magnúsdóttur í Fréttablaðinu dag, hver réttur fósturs barns, ágætt að lesa það til að vera sér út skoðanir en sitthvað í fréttum og það náttúrulega aðalfrétt dagsins kannski að Seðlabankinn var að hækka vexti 0,25% fer þá upp í 4,5% sem töluvert hærra en við þekkjum úr löndunum í kringum okkur og margir segja þetta sé í boði verkalýðshreyfingarinnar segja þessir hægri sinnuðustu í viðskiptalífinu í dag. Ég spyr mig hins vegar hvort að skýringunum megi leita í Fréttablaðinu dag, loftræstikerfið ærði starfsfólk Seðlabankan. Getur það verið ástæðan fyrir að þeir hækkuðu? Hver veit, þetta allt saman mannanna verk. En það var splæstifullt af heyrnartólum. Heyrnartólum, þannig nú eru allir starfsmenn Seðlabankans með heyrnartólu við vinnu sína væntanlega. Ætli það hafi ekki verið útýrðar að bara gera eitthvað við loftræstikerfið? Veit það ekki. Ég spyr bara. En svo hérna mjög athyglisverð samantekt hjá Baldri Arnarsinni, einum besta blaðamanni Morgunblaðsins, yfir starfsmannafjölda þeirra flugfélaga sem eru að sameinast á Ísalandi. Þeir eru fleiri en hjá Landspítalanum. Með fleiri vinnu en Landspítalinn og þetta náttúrulega óbáslega stórt og mikið apparat íslenska flugið eins og kemur mjög vel fram í þessari góðu samantekt. Þetta 5.000 manns og kannski, ég veit ekki hvort hann tekur inn í hlutastörf og heilstörf, en allavega þetta fjöldin. Já, skrýtnasta fréttin kannski þessi af Íslandi, það mengar þjóða mest. Já, svo segir... Á RÚ.is í dag var að fjalla þetta. Að útblásturinn sem sé mestur hérna, mesta losun. Og umhverfisráðherra tala að það væri kannski ekki mesta kepli Íslendinga að vera best í þessu, eða verst. Jú, við erum búin að setja eitthvað svo háleit markmið í umhverfisstefnu og við erum að losa meira af CO2. Ég fór nú samt fyrst að hugsa sem það náttúrulega svo mikið svæði fyrir hvern og einn. Ertu að reyna að afsaka þetta? Þú veist, ég ber ábyrgð á stærra svæði en Norðmaðurinn. Þú ert að reyna að afsaka þetta. Þetta bara hugmynd vegna þess að þetta slæmafréttir. Já, en ég þekki það sem fyrirverandi þingmaður að það erfitt að fá starf eftir að maður kemur aftur út í lífið frá Austurvelli og ég bara starfnaði minna sjónvarpsstöð en Þór Sari, hann að segja sögu sína. Almáttugur, hann að tala við Lifðu núna vefinn sem merkilegu vefur og fjalla mikið fólk sem komið yfir miðjanaldur og hann búinn að sækja á annað 100 störf og fengi jafnmörg afsvör. Hann hefur sótt fjölmörg störf hjá Hagstofunni, nærri 20 starfa og hann fær bara ekki vinnu. Þór Sari? Hann fór að vinna hjá OECD. Velmenntaður á besta aldri. Já, eftir þing fór hann hjá OECD í svona ráðgjafastörf. Svo fær hann bara ekki vinnu. Svona lífið. Já, þannig að Þór vantar vinnu. En við förum að fara hér inn í efni þáttarins. Linda Blöndal að koma sér fyrir hjá tveimur góðum þingmönnum til að ræða helstu hitamál líðandi stundar.